Sælöldssumul Haukur var einn í paniki Ég heyri bara vinstra megin Þegar hún byrjaði Þetta er ekki, já Nei, Vonandi gerist þetta nú ekki á hlustundum bara vinstri Meiri vinstri Nei Öfga vinstri Einmitt. Nei, vonum ekki Hérna herru, það er nú eitt sem við verðum að segja Kóttu með það bara svona áður en við höldum lengra sko það er nefnilega pínu vandræðilegt sko að fólk sé bara hlusta í laumi og sé ekki að reyta eða gera eitthvað svona follow þar sem það er að hlusta af því að í þessum bransa þá skiptir þetta víst máli sko Já. að fólk sé að sem sagt, þar sem það hlustar Kýtla algoritman já, af því að náttúrulega kallar þurfa að koma sér á framfæri og þú veist, það þarf að reyta það þarf að followa, hvort sem þið hlustið á Spotify eða podcast appinu eða Podchaser, ég veit ekki eins og hvað þetta heitir að hérna, það er líkilatriði Já þannig að allt svona engagement hjálpar held ég sama þó að við með alveg gefa okkur 2 stjörnur eða 5 sko, það skiptir ekki allir máli en bara ef þið eru til í að fikta eitthvað í þessu dóti þá held ég að eins og ég skildi þá hjálpar það já, af því að við erum bara menn sem þurfa athygli og viðurkenningu og ég var að segja við þig áðan sko að hérna ég var að hlusta podcast hérna NFL podcast þar sem að þeir voru að segja sko að þeir voru að hvetja fólk til þess að unfollowa sig og followa sig aftur bara 1 sekundu síðar og það hjálpi, ég bara minnst það ótrúlegt en það hjálpaði líka þetta er bara fórhólar það háru konu ykkur á loftseimleika já, við viljum ekki að fara þangað nei. ég hef búin að hugsa eitthvað sem ég ætla að segja bara alveg í byrjun þáttar glindi svo bara er ég mættur og ég er bara að stilla og ég er allan tíman ég ætla hann ekki að segja þér, ég hefur búin að hugsa eitthvað og væri búin að hugsa og hef glemt því þannig allan tíma sem ég var hérna að reyna að rifja upp já og bara, hvað var þetta þetta var eitthvað áhugavert, þetta var eitthvað skemmtilegt þetta var eitthvað sem ég var að tala bara í svona 20 mínútur er ég búin að reyna að rifja þetta upp og ég bara man ekki hvað ég ætla að segja þér ykkur það er svo þreytandi að vera svona já það er alveg ógeðslega þreytandi já akkur hérna skrifaði ekki niður af því að þetta var ekki tímið það jú ég skrifaði, þú veist, hitt niður sem ég ætla að segja skilur í trúnáfinu en þú varst svo vissum að myndi muna að fannst þú ekki þurfa að gera já, þetta var bara eitthvað, ég menna auðvitað fyrir að tala þetta í byrjun þetta er svona solid svona uppáfs hversu oft lendir þú í að þú ert komin hérna inn í eitthvað herbergi að því þú ætlar að gera eitthvað þar og svo bara stendur þar og ert bara eitthvað hvað ætlaði að gera hérna hversu oft sirka lágmark einu svona dag lágmark einu svona dag það sem að ekki endilega fara inn í eitthvað herbyggi ég bara eins og maður borðaði í gær ég man ekki svona hvað það var en allavega, maður borðaði í gær og ég stend upp fyrir inn í eldhús að því þetta ná eitthvað ég myndi ekki hvað ég var að gera inn í eldhúsi svo bara það settist inn niður aftur bara og svo myndi ég það þetta trillir mig sko svo fer ég sko aftur á staðin sem ég var á þegar ég ákvaði að ég þyrfti að fara eitthvað annað og stend þar og er bara eitthvað hvað var ég að gera? Hvernig ætlaði ég hvað var það sem ég hvað var það sem triggeraði hugsunum? Herri, ég man þetta núna ég man núna hvað ætlaði að ræða við þig þá getur við að hætta þessu rausi og þú getur já, herðu, að því að við nefnilega ok, ekki við 2 kallar er á TikTok líka þú ert ekki með TikTok nei, ég vil það ekki þannig að þetta er bara ég það er bara 1 kall það er bara 1 kall þar með 2 kalla allavega við sem sagt ég samfarið Hauk að henda okkur inn á TikTok bara til þess að komast inn í þann algoritma og svona aðeins ná út fyrir þú veist, mína og þína búblu sem er á Instagram og við erum basically bara endurbyrta það sem við erum að setja á Instagram svona mestmægnis en já, allavega þannig að við setjum eitthvað efni þarna og inn á TikTok og það er áhugavert finnst mér hversu ólík viðbrögð að því að nú erum við með þú veist 40 fylgjendur eða eitthvað á TikTok skilur það er enginn að follow okkur þannig séð nei
með að við eitthvað svona 300 hérna á Instagram og svo náttúrulega eru við ofta að reposta í gegnum kappmennskuna. Það á meðal Páll Óskar Páll Óskar bara svona skjótaði, ekkert mont og fleiri góði kallar. Jú. Hann besti kallinn, já, það bara þannig. Hérna, ég er að reyna að muna hvað ég ætla að segja, Haukur. Nei, ég veist ekki að gleyma aftur. Ég næstu því, þannig að ég þarf að halda fókus. Já, býtu ég með það þá. Ok, ég er að koma að því. Það er áhugavert, ég ætla aðeins að byrja þarna aftur. Það er áhugavert að sumt náttúrulega bara fara eitt like og þú veist, 500 sjá það og hérna og annað sem að fer ekkert endilega á flug á Instagram fer bara á flug á TikTok. Já. Þannig að við urðum næstu frægir á TikTok daginn út af klippu úr síðasta þætti þar sem að þú ert að tala hérna okkur er þér ekki drullu sama hana dótið. Já, þó að einhver sem þú helst að vera kall sé kona. Já. Bara, þú veist, í alveg hvaða máli skiptir þetta, eitthvað svona og þetta er bara, þetta er meira þess að það ómerkileg klippa að því að gerfugrindi vildi að ég myndi byrta hana sko að ég svona, þetta er svo mikið þú veist, common sense og þetta er svo mikið svona að ég ætla ekki að byrta. Það eru 3 búin að segja um mig bara niður í bæ, herðu þetta frábæra hana klippa sem ég sá, tala þessa klippu. Ég veit það, þannig að ég ætti kannski þannig að maður veit ekkert hvað virkar, við veitum ekki neitt. Nei, reyndar er það sem er mest svona common sense og mest basic svona að fenginni reynslu á samfélagsmiðlum. Það er yfirleitt það sem að þú veist, fer eitthvað á flug. Allavega, ég er að reyna að segja rétt það er oft svona, þetta er það sem ég hefði getað sagt. Já, þetta er svolítið þannig. Ég er búin að segja þetta í 3 ár eitthvað, svo segir einhverju þetta á einhverju klippu og það bara, allavega þarna, þessi klippa, þú veist, bara eitthvað nokkur 100 sem lækuðu þetta og hérna einhver 1000 sem sáu þetta en það sem ég ætla að ræða við þig er mér finnst það svo áhugavert Haukur Bragason að þú ert að fá shit og sko og reyndar ekkert bara á TikTok en líka bara á Instagramin okkar og eitthvað svona þá sé stundum að það eru einhverju gaurar sem eru með eitthvað svona kröts, þeir eru með eitthvað svona þeir sumir þólaði ekki og ég er náttúrulega svo vanur þessu auðvitað bara að það þóli mig enginn en að það sé einhverju menn sem að ég veit ekki hverju eru og þeir eru bara eitthvað hvað þykist þú eitthvað að vera að tala um umburðarlyndi og sko ég veit heldur ekkert hverju þetta eru. Nei, það er það sem kemur mér svolítið óvart. Já, en það sem ég er að meina með ég veit ekki hverju þetta eru, þetta eru ekki dúttar sem eru alltaf að kommenta drullu á mig. Alltaf kemur bara einhver dútti og bara eitthvað drull á þig. Mér finnst það svo áhugavert. Akkurru? Heyrstu að þetta er engar rétt að vera óvinsæli kallinn? Nei, bara ég meina, þú veist, come on, þú veist, hvað hefur þú gert eiginlega við þessa kalla? Ég hef bara sagt eitthvað á internetinu sem að þeir eru brjálæðir yfir. Veist, það er mjög líklegt. Já, nefnist eða eitthvað svara dyrfst að svara þeim eitthvað staðar á einhverju spjallhræði fyrir 7 árum eða eitthvað þeir bara alveg get ekki hamið sér á bræði þegar sjánaðum mitt. Já, mitt og hérna, nei bara minnst áhverð troll eitthvað svona lið lengi vel eins og vorum búin að tala um sko. Já, mitt, en hérna, nei að því að það er verið, þú veist, það er alltaf verið að segja eitthvað svona bull og eins og ég, þú veist, læriði að það er ekki hægt að leiða mig. Takk. Það er ekki hægt að færa stólinn okkur svo nálagt að við erum bara komin hérna óna konan. Já, ég er að prófa nýtt hérna skot fyrir hérna samfélagsmiðla. Það heyrist ekki munur hramt. Nei. Þetta er rosa erfið þáttur. Ég er að reyna að láta það glemur þessu. Sko er eitthvað sem að þú óttast að einhver muni draga upp yfirborðið? Nei. Af því að það eru nokkuð komment, það er svona 3 tegundir kommentum frá einhver bara random, bara eitthvað svona eitt og eitthvað og það er ekki eins og allir sé að læka það allt brjála, heldur bara þegar það kemur svona skot og ég er svona áhugavert veitu, eins og ég veit ekki eins og hvort ég ætti að ræða en það er eitt sem að því við höfum ekki eins og rætt þetta að því að alltaf þegar þannig kannski hægt að taka það fram að þessi þættir hafa aldrei verið kliftir. Já, nei. Þetta er bara þetta gæti verið live. Já. Það er hræðilegt. Þetta var örugglega ekki, ok. Herðu, það var eitt sem sagði, hérna, akkur segir Haukur ekki, hérna, akkur, nei, veitu, hvað sagði hann? Það var eitthvað svona,
af hverju segir Haukur ekki af hverju var rekin úr hérna Réttó? Já, ég hef heyrt þetta svolítið en ég held ég viti nákvæmlega hver þá hefur sagt þetta sko. En varstu rekin? Nei, það eru 2 menn á internetinu sem að hafa bara mjög aktíft verið að reyna að koma þessari sögu í gang. Að þú hafi verið rekin? Já, og ég hef verið rekin af því að ég var eitthvað að, þú veist, ég veit ekki, segja eitthvað á internetinu, blá blá blá. Já. Eitthvað að vera PC-rittari sem fyrir svo í 200 ára liði. Og sko, þú veist, mér langar svolítið að halda þessu eins og við höfum svolítið verið með, þú veist, við erum ekki nafngreina fólk. Við erum að tala svolítið svona almennt, við erum að tala um kollegana okkar og já, og líka að reyna að vera léttir. Annar þeirra er kollegi og hinn er geðsjúklingur. Mögulega er það báðir reyndar. En hérna þetta er áhugavert, sko. Og ég veit ekki alveg hver gróðin á að vera í þessu. Nei, bara ná einhverju á þig, skilurðu. Af því að ég fæ ástæðan fyrir að mér langaði að taka þetta upp er að því að það er svo margt svona sem að er sko sagt um mig og ég les það og ég bara eitthvað þú veist, já, af hverju er verið að bulla svona, af hverju er verið að bara búið til eitthvað bara kjaftaði, þú veist og eins og ég rætt einhvern mann eitthvað staðar ofnbilla stundum fæ ég svona tilfinningu mér langar svona að fara inn í svona ormagrifju af einhverju viðbjóði og bara svona leiðrétta svona hitt og þetta bara, nei þetta var ekki svona, þetta var svona fattaru, en þetta er svo leiðilegt af því að það er eitthvað fólk sem lesa þetta og hugsa svona, byrju, var hann rekin? Já, þarna fer maður líka bara að velta fyrir sér sko í öllum svona þessu misinformation hvað kallum við þetta? Falsfréttir upplýsingaóreiða, já að sko hluti af henni er náttúrulega, stór hluti af henni er ekki óvart, heldur viljandi einhvers staðar er fólk sem er að koma ákveðnum hlutum í umferð ég hef bara séð þetta frá 2 aðilum og heyrt þetta bara frá þessum 2 aðilum það kemur ekkert óvart að annar þeirra væri þannig sem að ég man ekki hvað hann heitir annar þeirra sé annar af þessum 2 nei, ég var ekki rekin sko og það er ekkert sem að ég hef að fela ég var frekar vinsæll kennari ástæðan fyrir ég hætti var, og ég var alltaf með þetta í huga sko, ég var búin að ákveða það að því ég held að enginn geti verið góður vinsæll kennari í 50 ára starfsæfi ég held að sé ekki hægt þannig að ég var búin að ákveða það að þegar ég fyndi það að ég væri svona fara að vera svolítið þreyttur á þessu þá ætlaði ég að hætta að kenna og ég stóð við það og ég var náttúrulega búin að vera í sem sagt yfirlestri með vinnu með kennslu í svolítinn tíma og akkurat þarna þá langaði mig að svona taka stökkið og skipta hérna starfsvettfang og ég er alltaf að hitta fyrirvændi nefnendur og þú veist, það er alltaf að koma eitthvað svona fullorðið fólk upp að mér á hérna ýmsum stöðum í samfélaginu þakka mig fyrir og ég bara eitthvað, já, heyrðu, þetta er aðna og stundum manni ekki nafnið, þau eru rosalega mörg en stundum manni það mannstu á stundum, ég er nú bara hins og því já. Og hérna og bara, þú veist ég á hverju ári ennþá, ég veit ekki hvaða lands ég hægt að kenna en sko á hverju ári er ég að fá ég veit ekki 2-3 skilaboð frá fyrirverandi nefnda sem er bara, mér langar að þakka þið fyrir að blá 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 þetta er gefandi að hafa gert þetta og hérna en ég fann að ég var ekki að fara að endast í þessu mjög lengi kannski fer ég eitthvað sem hann að kenna setna en það var komið nóg í bli Já, hérna, heyrðu og fólk getur, þú veist með þessa, þetta er svo léleg kjaftasaga af því að það er svo öðvöld að hrekjana, þú veist bara, þetta er svo léleg Nei, og líka hún er bara svo fjastæðikend, sko það er, fólk er í alvegni það þarf, ég meina eins og fólk ætti að vita að til þess að reka eitthvað úr starfi hjá Reykjavíkurborg allan á þeim tíma sem að þú varst að starfa og nú vann ég sem deildarstjóri þannig að ég, þú veist þurfti að þekkja þetta allt saman að sko
þú varst að gefa áminningu, þú veist, þetta var bara þannig þú þurftir að gera eitthvað X og svo þurftir að gera eitthvað X aftur sama X já, og svo þurftir að gera þér eiginlega þriða skipti til þess að það væri hægt að reka þig þetta er bara þvæla sko. og áður, þú veist, þá erum við að tala um trúnaðarmann, við erum að tala um hérna fund, við erum að tala um að stéttafélagar inn í þessu mannustildin, þetta er major og þetta er, ef fólk er eitthvað eins að rugglast eða eitthvað óviðeigandi þú veist, þú fær ekki einu svona áminningu endilega þú fær mögulega tiltal og leiðbeiningu svo kannski, ef þú heldur þessu áfram þá færðu áminningu svo þarf að líða einhver ekki tími fattur þannig að ef fólk veit eitthvað ég var að segja stjórnkerfi eða bara veit eitthvað í hausinu á sér að þá er þetta fjárstæðakent en mér fannst það bara áhugavert sko að það væri verið að segja meðalans þetta og líka bara skíturinn á þig Já, ég var líka sko sá sem að annar af þessum tveimur sko hann var að hjakkast á þessu einhvern tímann þegar ég var að rífast á Facebook og ég sagði, þú veist kottu með einhverja sönnun fyrir þessu að segja bara, þú veist, á hverju byggir þetta það var ekki með neitt ekki neitt og er náttúrulega bara þú veist, ég bara maður sem ég vona að fá einhvern tímann þá væntum þykju og aðstoð sem að þarf sko en hérna já, þetta er bara það er leiðilegt, þú veist, þegar það er verið að dreifa svona bulli að því menna daginn var bara maður að í stóru hlaðarpi að tala eitthvað sem að ég var að gera í kennslunni hjá mér og svona málar það upp þannig að, þú veist, þáttastjórnandinn og kollegi okkar hann svona býr til klippu úr þessu það sem þetta lítur út eins og þetta sé eitthvað Já, ok, sá þetta ekki Nei, en hérna nei, bara það er hægt að segja svo margt og það er hægt að mála svo margt upp á einhvern hátt og mjög mikið af fólki er móttækilegt út af því að ég og þú ert þú þá er þetta, þú veist, já þá er fólk til að hneykslast og gleypa Já, einmitt Við þurfum að átta okkur á því sko að já, upplýsingaóreiða og fréttir sem að er ekki réttar og svo náttúrulega kemur þetta gervigreinda dæmi inn í það sko og hérna, og við erum bara svo eftir á sem betur fer, eftir á í þannig fréttum á íslensku sko það er að fara að koma miklu meira á svona algjörri þvælu sem að gengur bara út á að fá smell þó svo allir viti þessi kjaftaði þó svo augljóst jafnvel fyrir þó sem að eiga erfitt með að lesa sér til gagns á internetinu og sko Við erum svolítið alvarlegir í dag Haukur. Við erum jafnvel svona að fara þennan vorken okkur Þú vorst að rembast við að muna eftir að tala um þetta Já, en þetta var mjög eftirminnilegt Þess vegna var ég alveg sem ég myndi ekki gleyma því Herru, ef við ekki bara fara í eitthvað Jú Ef við ekki bara fara beint í Förum í eitthvað Eitthvað dagsins heitir Verndarar götunar Veistu hvað það er það? Já, ég held ég viti hvert þú ert að fara Ok, þetta er, ég var svona að djóka með að þú veist að þetta er svolítið kannski sama fólkið og setur út á dómstól götunar Já Þetta eru verndarar götunar Þú ert að fylgja hérna umfjöllunni, ekki? Guardian Já Og sem sagt, við erum að tala svona, já, vigilantes sem að er bara ekki, það er ekki til gott íslenskt hugtak fyrir það en þetta eru svona já, þetta er svona sjálfskipuð löggæsla eða borgaraleg gæsla eða eftirlitsferðir óbreyttra borgara eitthvað á þessum nótum og ég ætla ekki að tala um þetta eingöngu út frá því sem hefur verið að gerast á Íslandi heldur í stærra samhengi og þetta er sem sagt fyrirbæri sem að kyndir undir ótta í samfélaginu sem að svona hjálpar til við að venjuvæða
útlendingahattur og stuðlar að ennþá hraðari upprisu öfga hægri afla í stjórnmálum og ég ætla að rökstyðja þetta með þessari grein sem að þú nefndir og sem sagt þeim viðtölum, þetta var sérst grein á Guardian sem að kom út í fyrradag sko í gær ég að segja fyrradag að því að fólk þáttur ekki út á morgun, var þetta ekki professional mér? Ef ég hefði ekki farið að tala um þetta Jó, nema að fólk Já, ok, flott Svo hlustar á það setna Já, flott Ok, takk Og svo þarna viðtöl við prófessor við Óslovarháskóla sem að heitir Tore Björgo og svo viðtal við doktor Matthis Gardinier sem félagsfræðingur við Paul Valéry Montpellier háskólan og það sem áhugavert að þessir hópar sem hafa við höfum fengið svona smjörþefin af hérna á Íslandi með hérna eitthvað sem var kallað foreldraröld sem var rosa skrítið hugtak að nota yfir þetta í fjölmiðlum en já svona mér langa kannski frekar að tala um þetta sem kúkalab hérna miðbæinn að þetta ekkert bara hér, þetta bara að gerast út allt og bara í sumar síðastliðna 3 mánuði júní, júlí, ágúst þá hafa birst fréttir og við erum bara að horfa á þú veist við erum bara í Evrópu sko þá hafa aðrir hópar poppað upp í Hollandi í Pólandi á Norður-Írlandi og á Spáni og eflaust meira en þetta var það sem að rannsóknar blaðamaðurinn tók fyrir þarna og það margt sem bendir til þess að dæmdir glæpamenn séu undir staðan í svona hópum og það sko og það hefur einfallega verið sýnt fram á það með hópana á Norður-Írlandi á Íslandi og svo líka minnst á hérna aðeins eldri svona hóp í Noregi og meira það sem að stór hluti félagsmanna á að baki heimilisofbeldismál fíkniefnamál og innbrot og þannig erum við bara að tala um dóma það var fallið dómar við erum ekki að tala um neitt annað það sem varhugavert að þessir menn þeir sjá sko tækifæri í orðræðinni og eins og hún núna og hérna og þeir leynt og ljóst meðvitað eða ómeðvitað beita tungumáli sem á þann veg að þetta sé deila, þetta sé stríð, þetta sé styrjöld það verið að tala um hérna, að það flæði yfir landamærin það verið að tala um innrás þetta orðalagið á samfélagsmiðlum og svo framvegis og þetta laða til sín fólk sem og náttúrulega pínu alhafa en þetta laða til sín fólk sem hefur átt erfitt með að fylgja reglum og viðmiðum í samfélaginu og það sýnir kannski að þetta svolítið hættuleg orðræða þá hlýtur maður að spyrja sig hvers vegna það trendið og ekki bara hér heldur annars staðar í öðrum löndum hvers vegna það trendið að dæmdir glæpamenn sækja í svona hópa þessar gæsluferðir þetta kúkalab hvað ég segja, kúkalabið sko svona ógnandi nærveru já, ég mitt hann talar um það hann hérna Tore að sko hluti af þessu getur verið
einhvers konar rýbrand að þeir séu að rýbranda sig þessi dæmdi glæpamenn fyrirverandi glæpamenn skulum við segja svo gefa það að þarna eru þeir sem sagt orðnir vendarar þeir þekkja ofbeldi og þeir ætla að venda fólk gagnvart ofbeldi þannig að þeir eru að rýbranda sig sem svona stóra sterka kallmenn sem að venda konur Já, og landi sitt vantilega. Og land og þjóð Já, og þetta hann segir hann eitthvað á þá leið að sko þessi töluvert að þáttakandur séu vel þekktir glæpamenn og ofbeldismenn og það leiði til þess að þeir svona að hans mati og samkvæmt hans rannsóknum valdi meiri ótta en öryggistilfinningu hann heldur áfram og segir að það séu afskaplega það sé afskaplega ólíklegt samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir og svona viðtölum og öðru að sko fólki finnist göturnar vera öruggari heldur hið gagnstæða og þá erum við að tala fólkið sem að býr í þessu landi og lifir í þessu samfélagi sem að þetta kúkalaber að þá fólk að upplifa göturnar óöruggari frekar en öruggari óöruggari frekar en öruggari okay. og hans tekur fram að sko þó svo að þetta sé að meðlimir þessara hópa þó svo að þeir beiti mjög sjaldan ofbeldi þá það þetta sem hann kallar militant style sem að getur kannski sagt bara einhvers konar svona átakagirni eða já, þú veist, þetta eru herskáir einstaklingar að það sýnir að það þarna grundvöllur fyrir mögulega ofbeldi og það ókveikjandi sérstaklega fyrir minnihlutahópa og við skulum athuga það að minnihlutahópar eru margir þeir eru ekki bara litafólk það líka konur ekki minnihluta já en þær geta verið jaðarsettar myndi ég frekar segja þú veist, ef við bara saman við kalla þá það minnihlutahópur konur? Já, við erum ekki að tala bara fjölda við erum að tala bara hvernig Já, þú ert að tala út frá valdatengslum út frá valdadýnamík Já, ég myndi segja sko já, ok, skil hvað það meina okay. Við sáum þetta svo ljóst einmitt á íslensku umræðinni sko að það voru konur sem létu heyra í sér og þær fengu að heyra það að ef þær myndu halda það áfram þá þyrfti kannski bara að þakka niður þeim endanlega Já ég meina, nú ég bara að endurtaka hlutin sem ég las í fréttum ég ætla ekki að ábyrgjast að þetta hafi verið rétt en sko það sem mann fyrst áhugaverð punktur í þessu sem ég var ekki búin að fatta sem að þeir eru báðir að tala þessir sérfræðingarna sem ég nefndi upp að sko þetta tilgangurinn ekki að beita ofbeldi tilgangurinn að sýna sig gera þetta sýnilegt búa til content fyrir miðla fyrir komast í fréttir bera út orðið og þetta verður til þess að þeir fá sem sagt publicity og fjölga sér fá nýja svona recruits þetta óskaplega gott fyrir öfgahærið og slík samtök og þetta þekkt taktík innan þeirra raða það ég efast samt að þessir einstaklingar séu sko afsakið að það sé meðvitað já það nefnilega leifum því að liggja milli hluta en sem sagt
sem rannsóknar viðfang þá virðist þetta svolítið vera sagt, þetta svolítið svona hugmyndin og svo getum við látið liggja milli hluta hversu meðvitið þessu hugmynd en sko nú ætla ég að fara út í nokkra punkta og þú bara grípur inn í þú vilt takk nú er gott á saltpillur það hlýtur að vera ástæða fyrir því að valdbeiting sé innan einhverja ríkisreikina stofnunar og struktúr sem að við getum haft eftirlit með auðvitað getum við haft mismunandi skoðanir á lögreglunni og við höfum að sjálfsögðu mjög mismunandi skoðanir á dómkerfinu það er ekki þar með sagt að og nú ætla ég að tala kannski ekki tala fyrir hönd fólks en ég myndi giska á að það sé ekki þar með sagt að fólk vilji frekar að þetta sé bara svolítið vildavestrið við sjáum bara með þetta sjálf og hérna dómstólsgötunar verði bara einu dómstólinn og svo frávegs sko við erum sko stundum mötuð með eitthvað svona rómantískum hugmyndum að maður geta tekið málinu okkar hendur en sko það er mjög líklega ekki gagnlegt við getum skoðað dæmi eins og byssuegn í Bandaríkjunum þar sem að þú ert þinn eigin vendari og hérna grípur inn í með vopna valdi ef að þér finnst það þurfa þú veist hvernig gengur það jú, við getum líka haft mismunandi skoðanir af því en þetta er mjög líklega ekki það sem við erum að biðja þegar við erum að krefast breytinga á þessu sviði og að við séum komið með hópa sem að ætla að sjáum að hérna sjáum valdbeitingu án þess að þessi ríkisrekin stofnun er hættulegt þessir hópar í öðrum löndum eru til dæmis að reyna að koma í veg fyrir að fólk komi yfir landamæri reyna að snúa við á landamærunum ég skimaði yfir þessu umfjöllun og mér varst áhugavert að því við eigum eiginlega alltaf eitthvað svona veist, það sem að gerist út í heimi við eigum alltaf einhvers konar birtingabindir hér heima af því, við eigum einhvers konar útgáfur að þegar að síðan var borin saman þessir hópar að þá er okkar hópur vissulega í rauninni vægastur þú veist, þeir fóru bara á þetta rölt á meðan hinir hóparnir hafa verið að við náttúrulega erum ekki með það áþreifanlega landamæri sko nei, ég líka bara, þú veist, þessi hópur allavega svo best sem ég veit sem að fóru á þetta rölt þetta kúkalab þeir þetta er gott orð þeir gerðu ekkert annað en það nei voru búið til content ég er að segja sko á meðan hinur hópandi þeir voru að lappa í mertum peysum þeir voru að lappa með játkrossin á bakinu býta aðeins, ég er ekkert að segja þetta sé næs nei. Ég er bara að segja þetta er svo ég er ekki að segja, ég er ekki að gagna það ég er bara að segja, þú veist, það er hugmyndarna á baku þetta hún var ekki að fara að lemja leigubílstjóra hugmyndin er önnur sko ok, ég veit það þú notar orð hérna eitthvað svona ókveikindi viðveru hérna þú veist, nærveru þú veist, auðvita það er alveg, við erum hérna þú veist, við ekki hver við erum og líka bara, þú veist, þú getur flett upp dómanum sko þú veist alveg hvað við höfum gert en það sem ég er að segja er bara að það sem að álíka hópar voru að beita ofbeldi voru bókstaflega að grípa inn í þú veist, og valdbeita stoppa fólk, hafa afskipti að því raunverulega hvar? Ertu að meina að lesa þetta í Spáni minni mig á Spáni, þá voru þeir að þeir voru að sagt, abbast upp á segjum það bara hreint út, brúnt fólk og krefja fólkið skilríki vildi bara fá að sjá, bara máttu vera hérna og var ekki líka hópur á Spáni eða var það annars það sem að var sko einmitt að hindra fólk að kemja inn í landið það var á landamærum Póllands og Þýskalands þú veist, þar eru við farin þú veist, þá eru við komnir alveg sko vel út á eitthvað svæði en samt eiga þessir hópar að sameiginlega að þeir í mjög fáum tilfellum getur þú sagt að það hafi verið raunverulegt líkamlegt ofbeldi þetta er meira þessi ógn þú veist, þetta er svona þessi gæsla þú veist, mættur á staðinn og ætlar að tekka á þessu og ætlar bara að taka þetta í þínar hendur
og sko, það er eitt sem ég langar að hérna ég halda það fram en þú heldur að gripa fram í líka eins og þú vilt, að sko það er svolítið mikilvægt að við áttum okkur á því að sko ótta viðbragð er alveg eðlilegt það er bara eitthvað frumstætt í okkur en við þurfum að kunna díla við þau og ég held að fólk sé mjög misgott í því að kunna díla við þau að sko og það er líka mjög misgott í því að geta viðhaldið mennskunni sko að finnast annað fólk eiga rétt á bara sinni reist í aðstæðum sem eru þeim erfiðar. Ok, hvað ertu að meina núna? Við hugsum oft bara margt fólk hugsar ekki út í aðstæðan sem eru erfiðar. Af hverju er þetta fólk, og þá er ég að tala um flótta fólk, af hverju er þetta fólk hérna? Það er búið að selja fólki þá hugmynd að það sé hérna til þess að taka yfir landið okkar, að það sé, þú veist, ætla að setja hérna einhver önnur lög, að það ætli að þú veist, hérna mergsjúa okkar kerfi og svo framvegis. Það gleymist það gleymist að halda í þessa samkennd og þennan skilning á því að rosalega stórt hlutfall af þessu fólki hefði aldrei komið hingað nema af því að þurfti þess. Það er að flýja aðstæður sem að eru ekki boðlegar fólki. Það er að, í sumu tilfellum er það bara að sérst, ef það væri ekki hér ef það hefði aldrei farið þá væri það bara alveg dáið. Það, þú veist, svona hlutir gleymast og þú veist, við þurfum að hugsa sko að hérna þú veist, ok, pínu kannski dölpunktur en við þurfum að hugsa líka út í sko, hvernig myndum við vilja að væri komið fram við okkur ef við þyrftum að leita á náður annara. Vist, ok, það er ólíklegt að verði hér skelfilegt stríð, það er ekkert ólíklegt að hér verði skelfilega náttúruhamfarir. Vist, hvernig á kerfið að virka? Ætlum við að einangra okkur bara alveg, af því að ef þú segir þú ætlar að loka landamærunum sem er ákallum eru þau þá ekki lokuð í báðar áttir eða? Já, einmitt. Og viljum við vera þjóð á meðal þjóða og viljum við vera þáttakandi í alþjóðasamfélaginu með öllu því góða sem að það hefur í för með sér, eða viljum við eins og ég segi, loka landamærunum sem eru þá vantilega lokuð landamæri í alvörinni, eða viljum við bara, og ég er svona ég er að hinta því að þetta er svona það sem að stefnan hefur svolítið verið, við viljum eiginlega sko hafa þau opinn í aðra áttina og svo viljum við fá sko ódýrt vinnuafl þegar það þarf á því að halda og til þess að sinna sko störfum sem eru okkur ekki sambúðin og á sama tíma þá viljum við níðast á þessu fólki og beita það ofbeldi en samt eiga sko öll heimsins tækifæri að standa okkur til boða á meðan og við beitum þetta fólk ofbeldi og útilokun en þetta fólk á sko ekki að dirfast að beita ofbeldi hér á landi eða að viðhalda sinni menningu í litlum hópum bara kemur ekki til greina sko. Og þetta er svo sturlað og nú er ég búin að gera mitt besta í hvenær byrjum við á þessu podcasti? Maí 4 mánuðir búin að gera mitt besta í 4 mánuðir það verður ekki að rífa kjaft við fólk á internetinu. Já, hvernig gengur? Vel, en ég datt í smá svona vesennana í vikunni. Datt í það? Já, ég datt aðeins í það, ég ná mér þurrum aftur en það var ekkert alveg, það var svona smá svona en ég er samt, ég er alltaf skárri samt sko en ég er með smá hérna, ég er búin að læra smá á námskeinu sem fórum í sko, gaglaði, sko. Ég er svona að reyna tegma mér það sko, ég er svona okay. Reyna að vera ekki reiður en sko, það sem ég hefur svo að gert er að ég hef fylgst svolítið með og hérna samtalið sérstaklega á Facebook er búið að breytast svo mikið svo hratt og þá er ég bara að tala um
þú veist, auðvitað er þetta engin fræðileg samantækt hjá mér, en mín tilfinning bara á fjölda af, við skulum segja jákvæðum athugasemdum versus like á jákvæðar athugasemdir á móti neikvæðum athugasemdum og like á neikvæða athugasemdunar, þetta ratio er búið að breytast svo rætt það er alltaf að vera svo það er alltaf meiri og meiri neikvæðni hættulega orðræða, hatursorðræða og bara bullandi rasismi og like á það og þá komum við kannski aftur að þessu sem ég var að tala um hana áðan og þessir sérfræðingar hana eru að segja að þetta helst í hendur þá er búið að spá fyrir þessa hópa löngu áður en þeir komu upp þetta er ekkert eitthvað nýtt þetta hefur gerst áður við erum að endurtaka okkur já. Og bara orðræðan er undanfarin að þessu sko akkurat og svo einmitt hleypir þetta orðræðan hleypir þessu út hliðið og þetta ávíksl ítir undir orðræðana þanga til að þetta endar í óefni þannig virkar þetta það eru 100 manns sem eru bara sprenglarð í sögu akkurat þessara hluta á því hvernig hatur fyrir að grassera og hvernig það grípur sig eru búin að segja þetta fyrir löngu síðan að við erum bara hér á einhverjum ákveðnum við erum bara í einhverjum ákveðnu þrepi í stiganum og það er bara nákvæmlega að vita hvað gerist næst Já einmitt, sko, já ég er náttúrulega nema við förum að kveikja svolítið á perunni og tala kannski í fólki í kringum okkur að við ættum kannski aðeins ekki einn aftur niður á þrepið sem við vorum á áður og svo framvegis Já, ég sko er að hugsa að því að þú veist, við erum núna búin að vera með hana þátt í 42 mínútur Já og hann er svolítið þungur Já og ég er búinn sko ef þú ert að fara alvarlegur sko. og alvarlegur okay. Nei, ég meina það er erfitt og ég sagði það við þig að því að þú var svo grimmur á sko, ég mætti ekki nota hugtök og við ættum að vera aðgengilegir og jákvæðir og léttir og eitthvað alltaf léttir að síðan þegar við förum inn í svona dýft sko Já. og þú reyndi að varaði mig við þessu topiki að við þurftum að halda okkur á teppinu ég sagði það náttúrulega ekki topiki en ég sagði að við gætum orðið reiðis Já. Að sko til þess að reyna að halda í sko ykkur á jákvæðni hérna ég er pínu að halda í þá von að núna sé ég ætla að segja þessi hugmyndafræði og þessir hópar að þeir eru að valda blast og þeir eru kannski að upplifa herðu, það er bara við erum að ná völdum hérna og það er verið að hlusta og það er eitthvað að gerast og eitthvað svona fólk sem að þekkir söguna, fólk sem að áttar sig á því að þetta er verulega hættuleg þróun, þessar hugmyndir og þetta sem er í gangi er ekki í lagi svona samfélagi viljum við ekki búa í það sem að ríkir svona óbáslegt hatur og bara útilokandi afmennskandi orðræða að ég vil trúa því að fólk muni átta sig á því að það þurfi að spyrna niður fæti að núna sé pínu mómentið það sem að ég ætla að líka við ekki MeToo-byltingunni sjálfur sér en kannski svona í kjölfarað á henni þá varð rosaleg svona allavega mér leið eins og núna ættu ofbeldismenn þeir ættu ekki að eiga séns í það sem er að gerast nú erum við að breyta samfélaginu Það verði vakning Ég held það já Ég held að það sé svipað að gerast af því að mér leið bara, heyrðu við erum farin að trúa þólendum hérna, það er fyrir að knýja á breytingar í réttarkerfinu og það er eitthvað að gerast og það var eitthvað svona að gerast í alvörunni En er ekki verið að bakka með það? Jú, auðvitað og í mörgum löndum og ég er að tala bara á Íslandi og helst á Íslandi sko Já. Síðan auðvitað verður bakslá og það er í gangi og búið að vera lengi það sem að var bara shift bara, þú veist, og ég meina guð mig góður ég mun tala um það seinna en þegar shiftið breytingin frá því að hlustunarskilin eru rosaleg
og mér leið bara eins og ok, það verði einhverja massífa breytingar hérna svo bara búm, það svo mækin hafa bara dottið úr sambandi og Ertu að vona að það sama gerist núna? ég spái því að það gerist ég trúi því að það gerist Já, ég vona að það gerist af því að það bara tvennt sem kemur til greina að mínum mati það að það verður eitthvað bara eitthvað ógeðslegt ofbeldi sem að við þekkjum bara einn tekur þetta á sig einhver logo sem að oft þetta lone wolves sem að spretta síðan upp svo spretthópar eða þessi hópur stækkar og verður bara eitthvað brútal annarkvort gerist það eða við munum ég ætla að segja vakna og ná einhvern veginn að stýra þessu til betri vegar og kæfa niður þetta hatur af því að það líka svo hættulegt nú skipta ég sjálfur mér alveg það svo brútali hættulegt og ókveikjandi að meiri segja fólk farið að segja bara ef að ég rasisti að segja þetta að gera þetta það bara ég rasisti so be it alveg sama ég stend bara einhver 60 kona á Facebook já bara, já ég þá bara rasisti en ég vil ekkert hafa þetta fólk hérna já, ég bara standa vörð þjóðmenningu mína já ég hef nú rétt á því eitthvað svona Býtu hvert eru við farin? Akkurat Þannig að ég segi, það tvennt sem getur komið Já út úr þessu Ok, senasti punkturinn sem að ég ætlaði að koma fram með í einhverju var það sem ég hintaði svolítið að upphafi og það það sem þessi sérfræðingar og fleiri að segja þetta ekki bara byggt á þessu grein ég skoðaði svolítið meira í kringum þetta og það hefur sýnt sig og vara við því af því að við erum alltaf í þessari endurtegningu sem við erum að tala það hefur sýnt sig að það hefur gerst og það vara við því að það muni gerast aftur og það að gerast hér og þar í löndum í kringum okkur og í Evrópu líka að sko svona hlutir á samfélagsmiðlum svona hlutir eins og þessu hópar í fréttum og umræðan á samfélagsmiðlum þessi tröppugangur sem við talum á hann hvernig þetta ítir undir hvort annað þetta venjuvæðir afmennskar og eykur stórlega líkur á því að fólk kjósi til lengst til hægri öfga flokka fasista einmitt. Það náttúrulega það sem að þú veist, ég segi það tvennt sem getur gerst fólk auðvitað spinni niður og eitthvað eða að verða eitthvað svona brútulofbeldi þá í millitíðinni held ég einmitt að ef að við fyrum leiðina þar að segja við munum enda með eitthvað bara einmitt pjúra fasisma, nasisma og eitthvað viðbjóð að ég sé það líka alveg fyrir mér sko ég held að það gæti alveg tekið langan tíma þar sem að við göngum í gegnum kosningar og bara flokka sem eru að þingi í dag það verður einhver annar utan en það sem verður ennþá róttakari þarna hægra megin og já, ég var að segja nasisma megin sem að muni bara fá á getist kosningu og jafnvel verða í ríkisstjórn með svona vægari fasistaflokkum eins og bara við sjáum í mörgum löndum þú veist bara nú þegar það svo skýrst já, það náttúrulega gerast, ég veit það en ég er að segja, það kæmi bara ekkert óvart að það myndi gerast á Íslandi svo vona ég allavega, ef að það gerist þá vona ég allavega að fólk fara að fatta shit, hvað þetta er hættulegt í hvers konar samfélagi erum við að búa til hérna þannig að ég vona að í næstu kosningum að þá komist já, ég ætla að segja það bara svona meiri félagshyggja sterkar á dagskrá sko þó að það hafi ekki verið eftirspurn eftir því blússandi skipti hægri róttæknis þegar VFG og Píratar voru þurrkaðar út og sósíalistar í rauninni já, en sko verðum við ekki að fara í trúna núna eða er þetta ekki orðið gott? Jú, ég er búinn þetta var innlegg mitt í þessu umræði
Já, ég er með trúna á í dag og ég ætla að segja þér frá reynslu minni af AA-samtökunum. Já, ok. Sko, ég var í AA-samtökunum. Ég var í AA-samtökunum í 13-14 ár. Já. Ég hef aldrei sagt þetta opinberlega. Nei. Og ég ætla líka að segja þér, það sem ég er að fara að tala um, Já. ég er pínur hræddur Já. að Að því þú mátt eiginlega ekki tala um það. jú, Eða sko, hvað? ég fór að googla þess. Já. Jú, en sko, Kannski bara smá fyrir hlustendur. Já. Við höfum talað svolítið um þetta tveir. Við tveir. Já, Ég var pínu að njóstna um þig sko Já. í þessu. já, Og þannig að sumt af því sem þú ert að fara að segja veit ég líklega já, en annað ekki. já. Ok. Sko, ég er nefnilega, Heldur þetta sé fyrsta þannig trúna hjá okkur? Af því að við þekkjumst svo lítið. já, nei, það sem að ég er smá smegu við er, mér langar ekkert að þetta verði fyrirsögn og djefaf, fattaru, en ég óttast að pínu. Ok. En Þá notum við bara góðu orðin okkar við notum góðu orðin. og inn í röddina. Nei, ég meina, þetta er trúnó og ég meina, mér langar að gefa þér og mér langar að gefa hlustendunum okkar svona innsýn í, ef að segja, líf okkar Ok. og málefni út frá okkur. Ok, sko, ég var í AA-samtökunum í þessi ár og 2007 fer ég í fyrsta skipti inn í AA og til þess að, þú veist, þau sem er í AA þá vita þau að það eru ákveðna svona erfðareglur eða erfðavenjur. Þú veist, það eru 12 sporin Ok. og svo eru 12 erfðavenjur og þær eru ástæðan fyrir því að þið heyrið eiginlega aldrei neitt koma fram og segja ég er í AA, af því að það er í erfðavennunum að við komum, það eru engir einstaklingar sem koma fram í nafni AA-samtökana. Það er eitthvað svona, þú veist, já, ég er ekki sérfræðingur í en allavega, það er bara nafnleynd í AA, tölum ekki um þá sem mæta á fundina og við segjum sjálfir ekki í opinberlega að við séum félagar í AA-samtökunum vegna þess að AA-samtökin eigi ekki að eiga, þú veist, eigi ekki að holdgerast í einstaklingum og eitthvað svona. En svo kemur þetta aðeins fram í, þú veist, til dæmis er opinbert hver er í stjórn og það er, þú veist, það hefur komið í fjölmiðlum og Það er náttúrulega S.A.A. AA-samtökin hafa ekki stjórn. Er það bara, já, ok, ég rugla, fyrir ekki. Já, Ok. AA-samtökin er bara, það er bara, þú veist, það eru til 300 AA-fundir á viku á Íslandi. Já, bara út um allt. Já, Og alls konar annað anonymous. já, bara endalaust, sko. Já. Og það er þessi nafnleynd, sko, og trúnaður sem ríkir þarna og þannig að þessi tekið mér alvarlega og ég náttúrulega var þarna heil lengi og ég meina ég stofnaði deildir og fundi og þú veist, ég var bara AA-maður. Og það sponsa Já, annað fólk og, já. Fór með fundin á fangelsin og Já, ok. og bara inn á alls konar spítala og inn á Vog og þú veist, ég var bara á fullu, sko, í AA-prógraminu. Já. Og ég ætla að segja við hlustendur sem að mögulega þekkja þetta eitthvað, ég er semst hættur í AA-samtökunum, hætti þarna 21 eitthvað starf í kringum COVID. Ég ætla að koma inn á það eftir. Ok. Bara þannig að fólk geti verið rólegt, ég er ekki að koma fram sem AA-meðlimur fyrir þau sem eru upptökin að erðavinnum. En ertu hræddur við að einhverjir sem eru í AA-samtökunum núna verði semst reiðir við þig af því að þú ert að segja frá þessu? Ég skildi ekki alveg hvað hræddu við. Nei, Ertu bara hræddu við djáf? Já, ég bara eitthvað svona Þorsteinn var í AA. Já. Þú veist, það er bara, en ég held að fjölmiðla líka virði það að vera ekki að blása það upp. Já, þú heldur það. Nei, ég veit það ekki. Sumir. Já, en en já, það sem að ég er að fara að segja, sko, ég er náttúrulega, ok, ég verð að byrja á einu. AA breytti lífið mínu, það er engin spurning. Ég meina, ég er 23 ára, ég hætti að drekka 23 ára og fer inn í AA-samtökin, ég fer ekki meðferð, heldur bara með bent á, já, þú ætti nú að kíkja á fund og svo fer ég á fund og ég fer að skoða þetta og fatta bara, ég er bara í einhverju vesinni hérna. Okay. Og ég tengdi það við það að ég væri alkohólisti og ég þyrfti að
fara í spórin og ég þurfti bara að gera eitthvað róttækt þannig að ég var klárlega, það tók mig alveg langan tíma, ég meina það tók mig mjög langan tíma að þóra að tala reynslu mín af AA-samtökunum þú veist að því að þannig sé var ég ekkert eitthvað formlega að ég hættur í AA eitthvað þannig að ég vildi svona halda þeim glugga einhvern veginn opnum að vera ekki að tala dópinbilla upp á að virða erðaðunjör að maður er svo geðveikt heilaþveginn og hérna maður er bara sjúklega svona mótaður sem var geðveikt gott fyrir mig 23 ára hálfviti að fara inn í svona prógram þar sem að ég þurfti að rýna í sjálfa mig, axla ábyrgð á alls konar stöffi og bara gera upp fortíð mína, þú veist, 9. sporin sem ég gerði bara illa og Varstu aðeins að segja hvað það er kannski? já, 9. sporin er semst við að bæta fyrir misgjörðir sínar Já. að hafa, þú veist já, að hafa samband við fólk sem að, eða stofnanir sem að já, maður hefur einhvern veginn brotið á eða gert á hlut og leiðrétta Já. þú veist, bæta fyrir það eftir á sé ég náttúrulega bæði þegar ég var að sponsa stráka og leiðbina þeim að þú veist, þetta er náttúrulega já, margt gott í þessu en margt alveg bara shit sko, bara einhverju tvítuðu dúttar að hjálpa einhverjum sem að ég veit það ekki, hefur gert einhvern algjöran skít og það er margt við þetta sem að maður er bara eftir því sem að maður veit meira Pínu halturlega blindan stemning stundum já, þetta er náttúrulega algjörlega þannig, þetta er bara lasið fólk að lækna lasið fólk sko okay. þannig að hérna, það er bara engin spurning en það er líka ákveð meðutund það sko Innan kerfisins já, innan, ef að segja, AA samfélagsins Fundana já, okay. og deildana að þú veist, já og svona til að byrja með þannig upp úr 2007, 8, 9, 10 eitthvað svona, þá var þetta bara AA-bókin, hún var bara svona eins og hún var ekki eins og biblían hún var meira en biblían AA-bókin var bara svari við lífinu og hérna og bara svona bókstafsdæmi algjört bókstafsdæmi Hvað er þetta? Okay. Er AA, nú bara veit ég ekkert um AA ok, ég veit aðeins um AA en lítið já. Er AA-bókin bara skrifað af einhverjum kalli? Já. Og þetta er bara, hann leggur bara fram eitthvað svona ágerða þetta? Já, okay. Sko ok, ég þekki ekki söguna 100% en já, í grunninn er þetta skrifa hérna 1935, 6, 7, 8, 9 okay. af einhverju manni sem fær einhverja rosalega andlega vakningu við það að fara að hjálpa öðrum þú veist, hann var eitthvað alveg bara bilaðar alkoholisti og bara fokkaði upp lífinu sínu og eitthvað svona og verður einhvern veginn edrú með því að hjálpa öðrum og þannig, þú veist, það er einhver læknir og eitthvað svona sem að já, í rauninni skrifa þetta og þetta byrjar náttúrulega því að það verður einhver árangur sem að hafði ekki nást í innan læknasamfélagsins ok, allavega og síðan verða til þessi 12 spor sem að náttúrulega eiga einhvern ákveðin grunn í biblíunni og þessi mikla áhersla á aðri mátt, eða Guð þar sem að í rauninni sporin ganga út á það að svona gefast upp já. Þú veist og fara að taka inn aðri mátt eða Guð já. Og í leiðinni gefa sér á vald já. Já. Þú veist í leiðinni, þú veist, einmitt gera reikningsskil sem er svona fjórðasporið og fá eitthvað til þess að hlýða á það og leiðbina og eitthvað svona og svo er þetta snýst þetta að hjálpa öðrum halda áfram að skoða sjálfan sig og auðvitað bæn og hugleiðsla og eitthvað svona ok, ég bara gerði þetta allt saman mismikið, miskerfisbundi en fór á alls konar staði og einmitt bara, ég var að lifa þessu lífi að vera A-maður mjög, mjög lengi og það þýðir að ég meina þegar maður er búin að vera edrú í þú veist, einhver 10 ár eða eitthvað þú veist, þá ferðu innan samfélagsins óhjákvæmilega upp á ákveðin stall sem þýðir að þeir sem eru búin að vera edrú í 20-30 ár þeir dóminera að mörgu leyti deildina, að tala um svona A-deild þannig að það er bara fundur á þessum degi á þessum tíma, einu sinni í viku alltaf og það er svona deild í kringum það að þeir sem að stofna deildina eru alltaf að mæta og eru með mikið netrutíma
að þeir verða svona pínu Legends svona svolítið svona fyrirmyndir og ráðandi og eitthvað svona og svo koma fleiri inn og þeir fara að hafa skoðun á þessu eftir því sem að eitthvað tímanum fjölgar þessi nýju já. Og þannig var það hjá mér skilur ég fór að hafa skoðanir og þá fer ég svona eitthvað að koma þeim á framfæri og svo leiðir það af sér að ég stofna öðruvísi deild eða aðra deild og það hafa orðið til alls konar deildir þú veist, með mismunandi áherslum og mismunandi fundarformi sem bara fínt sko, það sem að í stuttumáli þá lagði í rauninni grunninn að því að ég var móttækilegur fyrir því sem að síðan breytti lífið minn aftur sem feminismin að þegar að ég hérna 2014 og naglalakka mig í félagsmiðstöðinni og slísast þess einhvern veginn að vera með þetta naglalakki lengri tíma og tala við hérna vinkuna mína bara hvað að frétta, hvað að gerast og hún fyrir að benda mér á feðraveldi og kallmennsku sem ég hef aldrei frétt þannig ég búin að vera edrú í einhver tíma og ógeðslega mikið í sjálfskoðun og eitthvað og þetta hef ég til dæmis aldrei sagt ofinbelega að það var klálega sem lagði grunninn að þessu ef ég hef ekki farið í gegnum þessa ítalegu sjálfskoðun og verið svona tilbúin til þess að skoða sjálf mig þá efast ég að ég hefði verið til í að hlusta á vinkonum mína lýsa þessu og efast að það hefði verið móttækilegur já, ég bara efast það þannig að að kendi mér þetta, líta inn á við og í rauninni að akta ekki bara að segja eitthvað eða finnast eitthvað, heldur að akta að gera hlutina, þú veist ég þarf að gera þá þannig að, en síðan hef ég sagt sko, ég hættur þú veist, ég ekki lengur meðlimur í samtökunum það gerist sko, COVID gerist náttúrulega og það hefur klálega áhrif á þetta því að, þú veist, það bara fyrstulega voru engi fundir svo var ótrúlega takmarka fjöldi sem átti mæta og þá svona gaf ég Svo Zoom-fundir og svo þá fór ég svona ég ætla nú ekki að fara að taka plássi af einhverjum sem að, þú veist, þarf meira á svo halda en ég og eitthvað svona en sem var líka afsökun því að oft nenni maður ekkert á fundi sko, það oft bara eitthvað allavega, hjá mér var þetta ekkert geðvægt gaman oft en allavega, COVID gerist og svo hættir COVID og ég svona ætla að fara að mæta aftur á fundi þá bara fann ég þetta ekki fyrir mig ég fann mig ekki lengur eiga samleið innan þessa samfélags og nota beni þrátt fyrir að þarna þekki ég fullt af sko bara, ég ætla bara að segja mestu fyrirmyndum mínum karlkyns þar að segja bara svona almennt og ég egnaðist marga góða vini og suma sem að ég ennþá vinur bara svo það sé sagt og ég veit það að samtökin geta hjálpað mjög mörgum og eru að gera það þannig ég myndi aldrei mæla gegn samtökunum og hjálpuð þér já, alveg hygglust og ég myndi aldrei mæla gegn samtökunum en við verðum líka að geta og þá ég að tala við þá sem að verða brjálaði við þetta að þora að taka gagnrýni sérstaklega af því að ég hef einsýn og reynslu af þessu fyrirbæri þó hún sé nokkur ára gömul núna að ég fann það bara þegar ég byrjaði síðan að ætla að fara aftur að mæta það svona 21-2 kannski og þá, þú veist, kallmennskan verður til hvað, 2018-19 og svo bara kærisbundið verður þetta meira og meira og einhvern veginn oft í fjölmiðlum, ég fann bara margir þarna, þeir bara hata mig þeir bara algjörlega fyrirlíta hvað ég stend fyrir, hvað ég geri og svo framvegis í karlmennsku dútinu þannig ég fann og þá ég aðalega að hugsa fyrst hugsaði þetta út frá svona nýliðunum sem að voru bara að koma beint úr meðferð og svona áttu eftir aðeins að lenda og þroskast að ég vildi ekki vera gæinn sem í fjölmiðlum þeir eru brjálaðar úti einhvern veginn svo mætar á fund og bara ég hugsaði fyrst þannig það væri svona óþægilegt fyrir þá en síðan bara fatt að þetta er bara ógeðslega vont fyrir mig líka en það sem að gerist þarna líka á sama tíma, við erum að tala um COVID síðan erum við að tala um hann kallmennskuna það sem gerist líka að það sem ég hafði alltaf og ég í rauninni markmið með prógraminu og það oft talað um að áfengi bara sko birtingamynd af vandanum það alveg talað um það að það eitt og sér ekki vandinn
það er eitthvað annað þannig að svona út frá því sem við þekkjum í dag á sálfræði og annað þá eru þau svolítið, þeir eru alveg svona nálægt aðsendingin er svolítið nálægt svona kjarnanum í því að það er eitthvað sem hefur komið fyrir það er eitthvað sem hefur gerst og það þarf að trýta það af því að ef við trýtum það þá kemur það í veg fyrir það að við förum að trýta okkur sjálfir með áfengi og fíkniefnum það sem gerist í millitíðinni er að ég er í brjálari EMDR meðferð er bara að mæta 2 í mánuði eitthvað sem er sálfræði tækni sem er einhver stórfurðuleg meðferð áfalla meðferð partavinna og hérna einmitt eitthvað svona bara EMDR sem að hamistar svona hugræn atvinnmeðferð fræðingar ekki hljómsveitin já það er svona eitthvað bíf innan sálfræðinar sko í þessu allavega, ég fyrir gegnum þessa meðferð og ég bara breytist ég bara raunverulega breytist ekki þannig að ég finna það sjálfur endilega strax bara eitthvað, wow, hvað ég er breytur heldur er það Hulda sem tekur eftir því að ég er bara þú veist, ég er þessi maður sem að ég vildi vera rólegur, yfirvegaður bara svona einhvern veginn kjarnaður í mér Þekktu fyrir það Hvað meinar þau? Þekktu fyrir að vera rólegur og yfirvegaður Já, við að vera ekki skapstyggur, pirraður allt þetta Akkurat að hérna þá bara Hulda svona, býtu hvað er í gangi hérna eitthvað og ég fatta að því að ég er alveg vissulega með virðist vera einhvers konar allavega athyglisbrest, ég veit ekki með áverkni en ég áklálega auðvelt með að detta út og gleyma mér á svona gleyma hlutum þú veist morginslaði jú. Að þetta fyrir bara sko að og svo náttúrulega er ég átti alltaf verið með þetta trúardæmi en eitt af það sem maður átti að gera að því að við áttum að vera svo sannaðir sko það átti að vera afleiðingin að við höfum að huglega og byggja á mótnana og vera síðan vakandi fyrir brestunum okkar allan daginn og svo sko hérna að kvöldi fara aftur yfir daginn og stóiskir já, við höfum að vera þar Akkur talar í kalkinni, er þetta kynjaskipt þessu fundir eða? Já, ok Já, ég tala í kalkina því að ég var á kallafundum ég vissi það ekki, fara grunnað Já, sorry, ég glemdi að segja það líka En akkur er maður þá alltaf að heyra af sorry, ég sé að taka þetta allt annað en akkur er maður þá alltaf að heyra af köllum sem sækja í brotættar ungar stelpur sem eru að koma á sína fyrstu fundi Já, það er náttúrulega líka allt þetta með 13. skrefið og allt þetta dæmi Já, það er náttúrulega líka blandaði fundir sko. Það er líka þannig, já, ok Já, það var allavega og það er svona, ég mitt þegar ég byrja 2007 þá er til dæmis ein deild alveg risastór við erum að tala um bara 150-200 á hverjum einasta fundi blandaður af ungu fólki sem er 9 árið ettrú Það er rosa slæm hugmynd bara að þú getur ímyndaðir sko þannig að hérna, já, svo breytist þetta og eitthvað svona, en allavega já, ég var alltaf að reyna að huglega mig til andlegs heilbrigðis og búin að vera að vinna sporin og spons og mæta á fundi og bara, af hverju er ég ekki bara hérna Gandhi, skilur af hverju búin að leggja inn alla þessa vinnu af hverju hugleiði og svo bara gerist eitthvað og ég bara verð brjálaður eða ég triggerast við eitthvað eða eitthvað svona sem að gerist þar að segja þetta sem ég var alltaf að reyna að fá þessi ró, kyrrð og friður og það í rauninni gerist ekki fyrir en eftir þessa EMDR meðferð og nú er ég ekki að segja að EMDR er að koma í staðin fyrir ég er meira að segja að þetta er mín reynsla það sem að fólk talar oft ekki alltaf eða áttar sig mögulega ekki alltaf á held ég er að maður breytist Já og maður fer í gegnum ýmislegt og þú ert þannig að dæmi það þú veist, ég hugsa þetta oft sko fólk giftir sig þú ert að giftast einstaklingi sem þú ert ástfangin á og þekkir betur en þú veist, flestir aðrir í heiminum eða jafnvel allir aðrir en þú ert að giftast einstaklingum eins og hann er þá á þeim tíma Já. þú ert að eins og einn sagði við daginn
í ég var með svona túristabrúkup með alveg 70 gestir sem kom og mér finnst það svo gott hún sagði, já þú ert að hún var hrósa mér fyrir aðtöndina og var að tala þetta eftir á eitthvað svona, einhverja punktar sem ég hef verið að tala þetta svona eins og sérst að fara þú veist, þið eru að róa í björgunarbátnum ykkar hvort í sínum og svo svona, heyrðu, eigum við kannski að vera saman í bát já og svo bara stingur á hinn með vasanýf og þið eru saman í björgunarbát og svo haldið þið áfram að róa og svo kannski þetta ekkert sami einstaklingur eftir 15 ár eða 30 ár af því að fólk breytist auðvitað breytist fólk svolítið í takt við hvort annað þegar við býr saman og svo kolli en já, sorry, þetta komið svolítið langt út fyrir en það bara þetta, þú veist þú kannski fílaðir að samtökin á þessu tíma í lífiðinu en þú breytist já og ert kannski bara komin á annan stað einhverjum, hvað sagður, 13-14 árum síðar og búin að breytast út af ákveðnum hlutum sem að þú gegst í gegnum, EMDR og allt það og líka bara út af lífinu, skilur já, en sko já, svo náttúrulega þú veist, þetta er alveg flóknari saga, það að segja þú veist, já sko það er gott að við erum alltaf léttir samt það er mjög gott að þetta sé svona léttur þáttur ok, sko ok ég er svona að hugsa hvernig ég á að koma orðum að þessu ég hefði kosið, ég get orðað þetta þannig ég hefði kosið að vera í aðsamtökunum vera hluti af ég að segja því samfélagi og þessu kalla samfélagi þannig ég hefði kosið það að gera það áfram og vinna áfram hina vinnuna þú veist, hjá sálfræðingi og ég meina, ég held í dag þá sé það alveg bara mælt með því þó á ákveðin tímapunkti þá hafi ekki verið mælt með því og það hafi verið talað gegn geðlyfjum og öðru, fólk áttu bara að hætta því öllu og þú veist, þannig ég held að allavega eins og vinir mínir sem eru ennþá þarna inni þú veist, þeir hafa farið lengra sko þeir hafa ekki staðnað bara þarna inni en hættan við þetta samfélag og nú get ég ekki, þú veist, ég er ekki að fara að nefna nöfn eða neitt þannig, en það er svolítið áhugavert svona fyrir mann sem að hefur tekið þátt í opinberri umræðu og líka þess að djúpu innsýn inn í samfélagið að þeir einstaklingar sem að eru hvað, ég ætla að segja róttækjastir ég ætla að segja já, svona mestu kallremburnar og jafnvel rasistarnir það er svolítið áhugavert og þið getur bara flettið upp að þetta fólk er oft edrú þú veist, það er svona með prófílmyndina ég er edrú og ég tók alveg eftir því að þá eru margir sem að voru að drulla yfir mig sem sagt á kallmennskunni mættu kannski síðan bara á fund talandi hvað það væri flottir, heilbrigðir edrú og til dæmis eitt dæmi sko, það er eitt sem er aldeilis að drulliði mig og svo einhverju 2 vikur setna þá kemur hann til minn og bara, herðu, shit sorry maður, ég vissi ekki að það væri þú með þetta eins og það skiptir ykkur einmitt þú veist, þannig að, já það er alveg líka þetta er gróðrastía fyrir eitthvað svona þannig að ég get alveg tengt sko, við getum tengt saman það sem þú varst að tala og þá einsinn sem ég hef fengið hvað heldur þú, ég veit það ekki en hvað heldur þú að það séu margir edrú í þessum félagskap í röltinu akkurat þú veist, það er eitthvað sem að ég segi samt ekki þurfa eitthvað að skoða af hverju gerist þetta og líka bara sem samfélagi ég meina, hvað ég meina margir af þeim sem að halda þeir séu einhvern veginn frelsaðir og orðnir andlega heilbrigður og nóg andlega heilbrigður til þess að venda samfélagið sko, utan við lögjum eða bara lagana verði borgaraleg vernd borgaraleg gæsla þú veist,
já, ég man ekki hvað ætla að segja, hvað var ég að segja? Ég veit það ekki. Nei, bara þetta er svo riski sko, þetta er svo já, hversu traumatiseraðir þessir einstaklingar eru, þú veist, þeir halda þeir séu komnir með þetta en eru kannski bara ekki búin að gera upp ógeðslega mikið af shiti, bæði sem þeir gerðu öðrum og það sem að hefur komið fyrir í lífinu þeirra og svo fóru þeir í gegnum sporin og eru búin að edru í 9 mánuði og sjá, að því að maður fer að sjá alls konar bæði hjá öðrum og sjálfum sér, þú veist, ég sé alveg hvernig það getur gerst þessi hægri róttækni sko þetta er, já, ég ætla að segja það það er hérna ákveðin grundvöllur sem að er auðvelt að byggja á einmitt, þannig að en já, þetta var svona mín reynsla af aðsöndökunum og ég líka annað sem hafði áhrif á þetta er náttúrulega aukin vitneskja bara þetta innan gæsalapa sjúkdóminn af því að í SÁA og kannski í aðsamtökunum þá er gengið út frá því að alkohólismi sé ólæknandi heila sjúkdómur hann er bara líffræðilegur þú veist, þú ert bara með hann og hann er bara svekk sko og eina sem við getum gert er að mæta á aðfundi til þess að halda þessu niðri eitthvað. Það er svolítið það sem að þannig hef ég þetta svolítið séð þetta utanfrá sko að þannig séð talað um þetta en sko, ég meina Gabor Mate, Rótin og svona fleiri sem að eru aðeins svona poti í þetta sem að ég ber virðingu fyrir að hlusta á líka að ég fór svona að fatta býtu, þú veist, ég bara eins og Kristín Rótin segir oft þetta er ekkit endilega kannski gagnleg hugmyndafræði sko að maður sé bara með einhvern heila sjúkdóm ég meina að því að síðan sjáum við bara að þetta er á svo ógeðslega miklu leyti afleiðing af einhverju sem hefur gerst í lífinu það er að segja misnotkun á fíkniefnum og áfengi eitthvað svona flótti eitthvað svona koma þeir í eitthvað annað ástand og svo getur vel verið að eitthvað gerist líffræðilega með því þannig að eitthvað, þú veist, ég er ekki að segja að ég sé bara núna alltaf bara aðeins að fá mér heima, ég er ekkert að drekka skilur en að neyta fíkniefna, þó að sumir haldi það þannig að, þú veist, ég er innan gæsalappa en þó, ekkert innan gæsalappa ég er ennþá edrú en bara ekki edrú nei, og það var fucking erfitt að skipta að sko, að því að það er svo mikil innræting einmitt, heldur þú getur verið edrú bara utan aðsamtakana þú veist, það átti ekki að vera break og það er bara línur í aðbókinni við tökum hatt okkar ofan fyrir þeim sem að telja sig geta fundið aðra leið en Guð má vita að við höfum reyndar allar eitthvað svona, þannig að það er rosa mikið hæðist að fólki sem að er ekki inn í aðsamtakunum og heldur að geti lifa heilbrigðu edrú lífi þannig að ég er eiginlega bara smá ennþá þráttur að séu þráttur að séu rauninni 5 ár síðan ég hætti að þú ert búin að vera edrú í 17 ár 2007 18 ár 18 áris og þar af 5 utan AA eitthvað slegis, okay. og og ég hef og svo náttúrulega líka kemur inn í þetta sem ég hef áður talað sem er sertral þú veist, ég vissi ekki ég væri með eitthvað dýbra sko heldur en þetta og svo er náttúrulega líka spurning hvort að þessi að vera gleymin og eitthvað sé við erum konur núna í ansi langan og fræðilegan þátt sko en hvort að það sé mögulega afleiðing af einhverju öðru þar að segja komplex tráma geti síðan leitt af sér ADHD og svona og segja ADHD-hegðun en við fáum nú kannski bara sálfræðing til þess að ræða það nánar þessi sko, sumir þættir meðalega vera langir sko þessi verður bara að vera langur það komur á óvart þegar við gerðum á Instagraminu okkar @2kallar fyrir þá sem vilja fylgjast með gerðum svona ófælulega könnun bara, víst, hvað er uppáhalds liðurinn í þættinum eða eitthvað dagsins, trúnodagsins eða hlustandidagsins hvað er finnst þið gott að þetta sé einu sinni í viku eða er það lítið eða mikið finnst þið gott að þættinni séu yfirleitt í kringum klukkutími eða viltu það á styttri eða lengri flesti voru bara
við erum að hafa lengri það komur óvart já, ég myndi ekki næna að hlusta á okkur í hálftíma sko. Nei, veistu hvað? Hulda var að hlusta á okkur daginn heima Nú, aldrei þessu vant og ég kem heim já, hún nefnilega hlustar eiginlega ekki á neitt nema einhverja bækur eftir Gabor Mate hlusta bara Gabor Mate? Eiginlega, já, eitthvað svona sálfræði sitt en hún var að hlusta á okkur og ég kem heim og ég bara, hvað er þetta að hlusta á? Hún var að hlusta á þetta bara í spíkarnum sko. Herru, og svo bara var þetta á í svona 10 mínútur og mér fannst þetta ekkert mjög leiðilegt Nú? Að hlusta á okkur Já, ok bara, ég var bara hissa Já Ég sko Hlusta þú á okkur? Nei, sko þetta verður bara langur þáttur Ok, sko, ég hlustaði alltaf á okkur Já. af því að ég var að gera þessi kvót sem vorum á Instagram og vorum með það þannig á Instagram fyrir þau sem er ekki að fylgjast með þar að við tilkynntum nafnið á þættinum og númerið og svo komur svona kvóts úr þættinum, svona tilvitnanir eitthvað sem okkur fannst vera hvað við segja, góðar tilvitnanir þá hlustaði ég alltaf á þættina og var svona að reyna að veiða svo gafst ég svolítið upp á því bara af því mér fannst þetta geta að skila hennu á Instagram, þetta bara fólk lækaði eða eitthvað svona en já, 2-3 fór ekkert svona í þú veist, það kom aðeins að fólk var svona að deila bara, já, þú veist, þetta er alveg hárrétt bla 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 já, einstöku sinnum já, kom aðeins, mér finnst það að vera svo lítið að mér fannst ekki að taka því að vera að leggja í þessa vinnu Nei. en já, ég hlustaði á þá alveg fyrstu 14 þættina suma tvísvar það var of að þú mikið fannst ekkert ná merkilegt það var of mikið fyrir mig líka því að var hana þannig að þetta var eiginlega 3 reynsli en ég skal alveg viðurkenna það að stundum var ég bara eitthvað já, þetta er góð þáttur þetta er góð þáttur það kom alveg fyrir sko þannig að ég heldur sem alveg að gera finn hluti og það, þú veist við tölum þetta held í senast eða það senast en bara, þú veist, síðan þá hefur þetta bara komið fyrir aftur, að það bara eitthvað bæði, þú veist, fólk sem ég þekki og bara ókunnugt fólk bara gefa svo að tala um mig bara, þú veist, ég var að hlusta á þennan þátt og mér veist bara, þú veist, það er svo mikið til í að segja um hann að bla 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 ótrúlegasta fólk til kemur þetta mér óvart já, ég er bara sammála, bara að það sé einhver að hlusta yfir höfuð Við myndum allar nenni því Nei, ég meina að því að við erum bara einhverju 2 kallar að spjalla, skilur já, þetta var hobby herru, ég kom með pókan já, ég sko Við verðum hlustandi dagsins, ekki leggja til að verða ekki Nei Ég er ekki að leggja það til okay. Ég er að leggja það til að við bara verðum hérna aðeins lengur Nú, viltu tala meira um þetta? Já, okay, bara verðum bara lengur Nei, veist, við erum komin næstu í 90 mínútur og þessi þáttur verður að minnstakosti 90 mínútur Eða hafa hann 5 tíma? Ég reyndar að fara að kenna á morgun sko okay. og fyrir þau sem eru búin að hlusta núna næstu í 90 mínútur þá erum við bókstaflega að taka hana þátt upp til miðnættis daginn áður en að þið að hlusta eða hann er gefin út Það er sunnudagskvöld og hún er 20 mínútur í 12 Já, bara þannig að fólk veit sko þetta er svo óbóðslega fest af kunni Þetta er bara ný mjólka Þetta er bara eins og græmetið í bónus Ekki bónus Nei Akkur er þú svona mikið á móti bónus? Já, það er nú spurning Herðu, ég er ekkit á móti bónus Svona almennt Þetta var low blow, sorry, tekið það á mig Þetta er svona almennt er ég ekki á móti bónus en ég hins vegar versla ekki bónus Nei, ekki bækur Að minnstakosti ekki bækur Nei Og ég sel ekki heldur bækur í bónus Það ekki? Nei, ég bara Ég hef selt marga bækur í bónus skal ég segja þér Það er bara þannig Sko, en svo hef ég verið að fara í bónus Núna svona 2-3 Við erum ekki að fara að tala um bónus Jú, af því að mér vantaði eitthvað og það bara er ekkert enga bækur til það Nei, það er ekkert í bónus sem að ég get verslað Það ekki? Nei Ok Þannig að ég er bara ósáttu við vöruúrval bónus Þess vegna verslaði ekki þar Já Herðu, þessi þáttur er sponsoraður af bónus Sko, við erum konur í eitthvað rugglauku núna Nú bara Þú ætlar að tala eitthvað meira um í Trúnó, hvað ætlar að tala um? Já, ég er bara búin að gleyma því Haukur Já Býta aðeins samt, okay. Leðu mér aðeins að reyna að ná 8 minna Ég er pollslægur Reyndu, ok, býta aðeins Veistu það
Ég bara man ekkit hvað. Nei Hvað er það að gera, Þorsteinn? Ég setti orð sleðan hérna Trúnó. Veistu hvað? Svo reyndi ég að redda mér. Það tókst ekki. Hann er bilaður. Hlustandi dagsins er Nei. bilaður. Prófa aftur. Já, býtu. Hann er bilaður. Það er ekkert ljós á honum. Nei, hann er bilaður. Eini taki sem er bilaður. Sér þetta? Heiðu, þegar þú ítir á hann, þá heyri ég allt í einu hægra megin í headphone-unum mínum, sem ég gerði ekki á hann. Nei. Jú, ít á hann aftur, haldt honum inni. Núna, býtu, það gerist á hann. Heiðu, þetta er gott útvarp. Ertu ekki að djóka? Nei. Kannski erum við ekkert búin að vera að taka upp en þátt, Jú. það er allt í rugli hér eftir að þú ferðir hérna Nei. setup. Herðu, allavega, við erum komin í dagskráliðin. Hlustaði dagsins? Já. Jésús, hver vinnur hérna heila? Já, enginn grunlega. Dragðu? Já, en vá hvað þetta er skrítið. Það er bara einn taki sem virkar ekki. Herðu. Ég sé það núna, það er ekki ljós á hann. Nei. Herru, við rettum því fyrir næsta þátt og byggðum hlustendur afsökunar á því að hafa hlustað á ekkert í eina myndu. Af því að ekki erum við að fara að klippa þetta frekar fyrir daginn. Það skal ég segja ykkur. Já. Vá, þetta verður vandræðilegt. Hlustandi dagsins. Eigið þið go to pick-up línur úr grárri fornesku? Ef svo er, hvernig hafa þær elst? Shit. Og það er hann Víkingur sem að spila þessu. Herru, 5 mínútur. 5 mínútur bingo. Ertu með þetta? Byrjað, já. Ó, ok. Herðu, sko þú er náttúrulega búin að vera í sambandi bara alla þína ævi. eða ekki? Alltaf. Já. Þannig að þú ert Ég er bara þannig. Þú ert ekkert eitthvað. Ég er bara svona lítið barn. Ég get ekkert verið bara einn. Já. Þannig að ég hef alltaf passa að segja eitthvað kona að sjá um mig. Já. Og svona til einföldunar, já, það var þetta nú sérskað þannig. Já, sko ég get í raunin bara að tala um. Ég hef aldrei farið á djammið og farið heim með stelpu. Það bara, þetta bara var ekki, ég bara var ekki þar. Ég bara, ég var bara í einhverjum nörda bara í þungarokkinu? Spilum, ég var bara í roleplay og þungarokkinu, jú. Og einhverju svona dæmi. Sko, ég var náttúrulega að djamma og var yfirleitt á lausu. Já. Þannig að já, ég hef svona ef ég túlka þessa spurningu, það verður að spura um viðreynslu taktík. Já. Og eitthvað svona frasa, eitthvað svona ógeðslega svona cheesy pick-up línur. Já, sko eða taktík. Já, veistu það, ég bara veit ekki til þess að pick up línur hafi nokkuð tíman verið praxiraðar af neinum. Nei, er þetta bara í kvikmyndum? Ég held það, þú veist. Allavega nú var ég lengi á lausu og reyndi svona að ná athygli kvenna, stúlkna sem að ég laðaðist að. Já. Á djaminu og ekki djaminu. Og ok, ég ætla að segja reitt sem að tíðkaðist svona upp úr aldamótum eitthvað svoleiðis svona upp úr aldamótum það var að maður var kannski að djaminu og til að ná athygli þá sló maður í rassin á stelpu. Nei. Jú. Ha? Já. Eða jafnvel bara greipum var rassin. Það bara svona að láta vita að þú hefðir áhuga? Já, svolítið. Nei. Herðu, ég ætla að segja reitt. Ég hef aldrei heyrt þetta, ég er í sjokki. Ég er íshokki. Ok, kannski var þetta bara ég. En nei, þetta var klálega ekki bara ég. Ég náttúrulega var ekki á djamminu, ég veit ekkert um reglur djamsins. Nei, djammið var þannig á tímabili að bara káf á stelpum, bara á rassinn. Var normalæsa? Já, það var bara algjörlega, þú veist. Já, alveg. Bara vinkonum mínu voru bara eitthvað svona hættar að bregðast við því meira þess að. Aha. Já, svo var bara, það ég held að sé ekki mörg ár, kannski 10 ár, sem að þá svona, herru, þetta er ekki lagi. Já. En ég veit ekki hvernig djam er í dag. Allavega, ég ætla að segja þetta. Ég var bara vanið þessu til þess að ná athygli, svona aðeins að annarkvort grípi rassinn eða eitthvað svona rassatöts eitthvað. Herðu, ég fer síðan eins og í æfingarferð til Portugal. Gerður þetta á Portugal? Já, ég bara beita tækninni sem ég kunni.
það varð allt brjálað. Já, Það var allt brjálað eðlilega. og ég var svo sjokkeraður. Já. Ég bara, wow. Ég ætlaði bara aðeins í leikur. bara aðeins, þú veist. Má ekkert lengur. En sko, ég held ég hef ekkert hætt þessu þá Ok. og ég var bara sjokkeraður yfir, bara, hvers konar eiginlega dramatík er í gangi hér? Wow. Og þarna erum við að tala um sko bara vinkunum Einn mættu. fótbolta sjómli mættir á Porto. Já, ég var náttúrulega ekki einn, voru margir. En ekki að gera, þú veist, saman hlutin allavega, og þarna bara man ég eftir óljóst samt. Djöfull er komið margar efni í margar fyrirsannir í þessum þætti. Herru, hérna þá bara mæta þarna bara einhverja vinkunur og svo bara einhverju vinir og það bara, hvað er það að gera eiginlega, er ekki í lagi með þig? Já. Þú veist, þannig að ég bara enda að segja, sorry, misunderstanding eitthvað. Já, en síðan er líka dálítið áverð, er 5 minútur búnar? Minna en eina eftir. Já, ég get bara haldið áfram að tala af því að þú ert ekki með neitt þarna. Ég er ekki með neitt, sko, En hvernig, það er kannski lengri saga, með sko hvernig þið Íris einhvern veginn. Kona mín, við Er það bara í roleplayða? Nei, við kynnumst í gegnum þungarákið, sko. Við kynnumst við hittumst í fyrsta skiptið á tónleikum, sko. Vá. Já. Og við vorum saman á á svona fyrir tíma Facebook-slösa á spjallborði sem að héti Tablan, og það var svona atkvarf þungarokkara í netheimum. Ok. Og var frábært samfélag þar sem að ég byrjaði trollferili minn og gerði marga brjálaða. Einmitt. Já. En tíminn er búinn. Já, ok. Það er bara þannig. Einmitt, hérna að því að þessi þáttur er orðin 5 tímar. Já. Sko, mér langar bara aðeins að forutnast núna. Ok. Hvernig, hérna. Forvitni dagsins í fyrsta skipti. Já. Gjör svo vel. Ok, það er forutni dagsins. Já. Nýr liður sem fættist bara hérna eftir 90 mínútur. Já. Hvernig fer þetta spjall ykkar inn á töflunni í þungarokkinu úr því að vera bara 2 fellar að þungarokkast, þú og Íris, í það eitthvað hei? Já, sko stuttasagan er náttúrulega sú að við bara vorum vinir og bandamenn í spjallinu á netinu og það var bara alls ekki bara þungarokks, það var bara samfélagsumræðan, bara allt, sko. Og hvað ára er þetta? Þetta er svona 2008, 9, 10-ish. Vá. Já. Og þarna er ég náttúrulega bara í sambandi, ég er bara giftur maður. Já, ég er tvígiftur, sko. Og Þetta að segja þetta sé framhjáhald? Nei, við erum bara vinir og bara eins og bara átti við ég bara mjög marga í þessu samfélagi, sko. Bara vinskapur og svona, já, bandamenn. Og svo þegar að það fjarar nú undan þessu fyrra hjónabandi mínu, þá förum við svona aðeins að draga okkur saman, sko. Já, spurningi var, sko, eftir það. Forvitnin var, sko, hvernig? Já, bara hvernig það breytist, sko. Það hlýtur að vera annarkvort einhver ásetningur eða það er eitthvað sem breytir þessu úr vináttu í eitthvað annað. Það var eiginlega bara eitthvað svona Var það bara, mér vantar mömmu núna? Nei, það varði einhvern veginn Viltu sjá mig? Mögulega með þetta. En sko, það varði einhvern veginn svona bara, þú veist, þegar ég hef búin að vera já, þú veist, skilinn í einhvern ákveðin tíma, skilur. Þá var þetta bara einhvern veginn svona, þú veist, já, nú er ég búin að vera skilinn. Ættu við kannski að vera eitthvað meira en bara vinir. Bara rætt svona? Það var bara svolítið þannig, sko. Vá. Þetta var svolítið skrítið, sko. Já. Og er það þú sem að berða upp þessa spurningu? Þú að hringi í Írisi?
Hún er sofandi. Þau eru með þá ónáttúrulegum tíma, sko. Já. En við þyrftum samt ekki sem að ringi í hana. Já, það var fyndið. Bara grilla eitthvað í henni, hún hefur nú gott að því. Já, hún er reyndar ég held að sé ekki hægt að grilla í henni því að hún, þú veist, ef myndir reyna það Já. þá myndi hún bara taka eitthvað fræðilegan snúning, sko. Hún myndi bara Hún myndi eiga svo auðvelt með að gera okkur. Já, nei, hún er afskaplega klár, þessi kona. Já, það er eiginlega bara skrítið hvað hún er greind. Hún er bara svona á okkur öðru leveli, sko. Mér finnst ég alltaf að vera svo heimskur þegar heima hefur. Bara þá? Já, svo aðalega þá. Nei, sko, ég stundum að því að nú veit ég að hún er vinnur í háskólanum og er eitthvað svona rannsakandi og eitthvað og að klára eitthvað. En sko, ekki bara það, veit ég það, heldur þegar í mætinni kannski að stigaganginu með eitthvað stíð einhverjum lufsum eitthvað, kemur hún hjólandi úr vinnunni sinni búin að eitthvað prófessorast og með einhverja svona mentatösku Svona brúna. Já, brúna skjálatösku, hálfpartinn. hún er eiginlega bara svona staðalmynd af einhverju svona gáfumenni. Já. Pínu pirrandi, sko. Hún líka að gera svo sturlaða hluti, sko. Það er alveg það væri nú hægt að gera bara annað podcast, það sem er bara að tala um hana. Við kannski bara tölum konundur okkur næst. Já, eitthvað dagsins. Já. Hulda og Íris. Já. Getur verið góð þáttur. Já, ég meina þær ættu náttúrulega að hafa þetta hlaðvar sem við erum með. Já. Það væri tölvöld betra. Já, en ef að hafa einhvern tímann einn þátt sem er bara þær og það er bara að láta svo ekkert að við skorist og það hafa bara þáttinn svona eins og bara við erum vann. Já, ég held að Hulda var alveg til í það, sko. Tjúvill að það er gott. Það væri gott útvarp. Já, það væri gott. En fyrst erum við á þessum nótum. Já. Og fyrst að við erum að detti 5 tímana. Já. Þá getum við nú tísað aðeins. Ok. Það er svona það er í burðalinum að það sé að fara að koma þáttur hjá okkur sem er pínu öðruvísi en allir hinnir hafa verið. Það verður svolítið uppbrott og við erum að fara að gera svolítið svona öðruvísi hluti mjög fljótlega. Já, viltu ekki tísa þetta lengra? Ég veit það ekki. Já, við getum allavega sagt að það verður inn á milli. Já. Öðru hvoru. Þá verða ekki annarkvort, ekki bara við. Nei. Eða ekki bara 2 kallar. Það er bara þannig. Og það er svona tilhörun sem að við erum búin að vera að melda með okkur. Já. Hvernig við maður nálgast það. Já. Af því að við viljum halda í kórið og alls ekki þetta spjall sem við erum í, þar að segja viðtalsformið, alls ekki. Það er nóg að svoleiðis. Já, það er nefnilega nóg af ekki hefðbundnum viðtalsþáttum í hlaðvarpi. Við ætlum ekki að gera það. Við ætlum að gera svolítið annað. Já. En þetta format sem við erum með, nú er bara að hugsa upp átt, sko. Fyrir þau sem er ekki fann að sofa bara. Ég meina, pælti ég, einhver sem er að hlusta á þetta, hann þarf að verja næstu 2 klukkutímum af lífinu sínu. Já. Ég ætla bara að vona að fólk... Ég sé svolítið fyrir mér að einhver sem er búin að vera að hlusta á þetta, hann er búin að leggja bílnum og það er bara 7 mínútur eftir og hann er að klára þáttinn að vera upp. Já. Og hann er bara ætlaði aldrei að hætta. Já, mitt. Já, nú erum við bara farin að bladra um eitthvað. Við erum að fara dett í 100 mínútur og hættum núna. Há er hann minn en 100 mínútur. Ok, herruði. Takkin virkar.